Mér líður sko, ef maður vissi ekki betur, þá myndi maður halda að hann væri þarna að skamma hana fyrir sko hvernig hún lætur á netinu. Já, en þetta er náttúrulega svo merkilegt að þetta er orðið svo algengt á netspjöllum og stundum líður mér sko eins og, ég veit ekki, við erum einhvern veginn, við erum ekki alveg farin að skilja internetið ennþá. Nei. Þú veist bæðið hvað áhrif það hefur á okkur og hvernig við hefðum okkur þar. En hérna, það sem er mjög áhugavert er sko, rannsókn hefur sýnt fram á það að bara það að verða vitni að hatursorðræðunni, sjá hana, lesum hana á netinu í fjölmiðlum daglegu lífi, það gerir fólk ónæmari fyrir áhrifum hennar. Það er að segja sem sagt, þú byrjar að vanmeta áhrifanar á þolendur, sem ef þú er þriðji aðili, horfir á hatursorðræðuna, sér henni beitt gegn einhverjum jaðarhópi sem þú tilheyrir ekki, þá sem sagt byrjar þú svona að desensitizera, þú veist, að þú verður ónæmari fyrir því að sjá fram á það að þetta hefur skaðleg áhrif á manneskjuna og þar leiðandi leiðir til aukinna fordóma og það er sem sagt rannsóknir hafa sýnt fram á orsakasamband milli þess að sjá og heyra aukna hatursorðræðu og fordóma, þannig að það eitt að í rauninni til dæmis hanga mikið á kommentakerfunum og jafnvel þú hafir ekki sterkar skoðunni sjálfur sko, en bara það horfi upp á þetta, það virðist kveikja einhverju ferlum í haustum á þér sem að getur leitt til þess að þú þróar með þér aukna fordómat gegn þeim hópum sem að verða fyrir barðinu. Mér líður sko, ef maður vissi ekki betur, þá myndi maður halda að hann væri þarna að skamma hana fyrir sko hvernig hún lætur á netinu. Já, en ég sko, mér finnst þetta nefnilega svolítið áhugavert út af því að ég tengi alveg við þessar rannsóknarniðurstöður sem hann er að tala hann náttúrulega nafnir ekki eitthvað sérstakar rannsóknir, en þær rannsóknir sem ég hef kynnt mér og þurfti að gera í mínu námi og svona sem að hafa sýnt fram á allt þetta, þær hafa áttu ofbeldi. Já. Desensitizing sem verður þegar til dæmis þú horfir á mikið af efni sem inniheldur líkamlegt ofbeldi, heyrir eða þú veist vitna miklu andlega ofbeldi, allt þetta er fullt af rannsóknum, en eins og hann setur þetta fram, þá fyrir mér hljómar þetta basically bara eins og þú hafi skipt út hugtakinu ofbeldi fyrir hatursorðræðu. Já, ég efast ekki þetta sé 100% rétt hjá honum sko. Ekki eina sekúndu. Nei, ég veist ekki það sé rétt, en ég bara spái, þú veist, þessar rannsóknir, þú veist, að það þá greinilega verið bara repliketaða niðurstöður, bara rannsakað eins og ofbeldisrannsóknina þá. En þá er spurning, ég væri til að vita svo mikið hvernig það væri skilgreint, að því var verið að rannsaka einhvers konar hatursorð, eða var verið að rannsaka ofbeldi bara, basically. Já, það er góða punktur. Mér finnst þetta nefnilega sko, ég get alveg hugsað með það sko, ég veit og ég hef séð screenshot úr grúppum þar sem að þær vinkonur að tjá sig og það er viðbjóður sko og ekki bara þær heldur aðrar svona þekktar baráttu konur og þetta er ógeðslegt og hvernig er talað fólk þar, þetta bara þú veist, manni, þú veist, ég tala ekki svona fólk bara sem dæmi, þú veist, ég læt bara ekki svona hluti út mér, ekki einu sinni í einkaspjöllum sko, þú veist. Það er eitthvað svo rosalega mikil reiði og eitthvað þarna á bakvið að fólk er greinilega orðið desensitizað þess að við talaðum. Það er orðið ónæmt fyrir því hversu hræðileg hlutir þetta eru sem þeir að segja. Annan mann fyrir glæpinn sem hefur, skal ég segja, játað að það var hann sem gerði þetta. Já. Það hefur ekki komið inn í einasta afsökunarbeiðni. Hvað segirðu? Var þetta bara eitthvað... Var það bara eitthvað svona fyrir mistök að hann var bendlaði við þetta? Ég veit ekki hvernig ég vildi til að hann var bendlaði við það, en glæpurinn allavega var vitnaði mér sem mjög tiltekinn glæp og það er búið að dæma annan mann sem búin að játa glæpinn. Það hefur ekki komið eitt einasta múkk frá þessu liði að biðja hann afsökunar, þú veist, maður að flýja land, hún var algjörlega cancelað, sko. Og... Já, mér finnst það nefnilega líka einmitt svona mjög, ef þú hleypur á þig eða þú gerir mistök eða þú veist bara í daglífi, ég er ekki að tala kannski á þessum skala, en fólk á þá að draga tilbaka og biðjast afsökunar, skilurðu. Já, ekki bara er hann ekki beðinn afsökunar, heldur til dæmis eru fólk eins og Steini Vaff og aðrir bara ef að Sölvi sést einhvers staðar þá kemur bara þú veist fuck you og eitthvað, ég vitnaði nú í það einu þætti fyrir, í fyrra eða eitthvað svoleiðis. Þótt þessi meiri segja í hans mál er það greinilega glætt að fá það sem hefur verið að sína fram á að það var ekki rétt, skilur. Það var einhver annar
dæmdur og mjög játaði. sjaldgæft. Já, það Já, ekki nóg. og hann ennþá að verða fyrir aðkasti út af því, sem það. Og það náttúrulega bara svo gróft ofbeldi. Það ekkert annað. Og þetta mér finnst bara skólabak og dæmi það að þau sjá það ekki sjálf hvað þetta þú veist, hvað þetta virkilega slæmt ofbeldi og mikill viðbjóður. Þannig já, það kannski bara ofbeldi sem svo hún segist það orðið fyrir, það kannski bara farið að hafa áhrif á hvernig hún upplifir samskipti almennt, maður veit það ekki. Ég held að þetta sé stór ástæða fyrir að þeirra málstaður bara í skítnum. Það enginn sem hlusta lengur þegar Þorsteinn eða Öfgar fara lengur, ekki nema bara örfáir aðilar sem að hlusta lengur þegar þetta lið fyrir að öskra, og ég held að þetta sé stór ástæða fyrir því. Ég held það út af því að eins og bara Þorsteinn, eina sem að ég man, þú veist, þegar ég heyri eitthvað svona, hann að tala eitthvað, já, bara að því að það ekki lengur vinsælt að vera með hans skoðanir eða eitthvað, þú veist, það eina sem ekkur í hausnum á mér bara, nei, það bara ekki vinsælt að vera með, að leggja einelti einhverja greið konu sem starfar hjá Bónus. Já. Þú veist, að það var fyrir mér svolítið svona, þú veist, sem gerði útslagið, að þarna bara, ok, þú veist, þarna ertu bara komin yfir öll mörk, og þá þú veist, þú ert ekki lengur óvinsæll þarna út af einhverju skoðun, þú ert óvinsæll af því að þú getur ekki hegða þig svona. Já, akkurát. Og ég held að þetta sé sama með þær einmitt, sko, það ekkert endilega, það ekkert óvinsælt að vilja ákveðna hluti, en það hvernig fólk ber sig að því, og þú veist, eins og segir, munnsöfnuðurinn og þetta með að geta ekki, ég held í alvöru að þetta fólk haldi að ef þau draga eitthvað tilbaka, sína það að það geti gert mistök, að þá sé málstaðurinn ónýtur, en ég held að þau bara fengi það algjörlega í smettið. Ég held að þetta hafi bara í mörg ár verið að eyðileggja rosalega oft á tíðum góða málstað aðferðafræðing hvernig það staðið að því. Já, þegar ég ekkert ósammála hvað ég vill að gerist, en ég rosalega ósammála hvaða leið ég vil fara því. Já, ég sammála sumu, ég ósammála öðru, sumu mér eiginlega bara svona nokkuð þegar saman en alltaf það þetta aðferðafræðin, þú veist, hvernig þú ert að fara að því.